komin með afturhalding í úrslit í bikarnum. Þetta hlýtur að vera svona eitt af þínum stærstu árangur á ferlinum, ekki satt? Jú, klárlega og þetta bara gríðarlega vænt þetta og forvitni að fá að þjálfa þetta lið. Bara geggjaðir strákar og það sem skilaðist var liðsheildin og trúin hjá okkur. Við höfum trú allan tímann, lentum undir, svöruðum, komum frábærlega inn í leikinn eftir við lentum undir, hefðum getað komist yfir áður en það gerist og svo bara finnst mér við hafa trú allan tímann. Vítakeppni klikkum á því að vítum til að klára þetta og þá kemur Arnar bara alltaf aftur og vera aftur. Næsta víti, hann var svona stórkostlegur í þessari vítakeppni og vel undirbúinn hjá Dóta Markmannstölu líka, þannig að þetta var bara frábærlega gert og bara gríðarlega ánægður með hvernig við gerum þetta í dag og ótrúlega að sjá bara allan Mosfellsbæ mættan og við erum að skrifa nýja kafla í sögubækurnar í Mosfellsbæ, í fótboltanum í Mosfellsbæ núna bara á hverju ári og við viljum meira, við viljum halda því áfram, þannig að við viljum meira og við erum ekki sattir, þannig að næsta verkefni er halda honum í deildina og komast aftur í bestöldina og svo kemur þessi bikarúrslitaleikur í september. Þínir menn bregðast nokkuð vel við þessu fyrsta marki, ekki satt? Já, klárlega. Við takkum gjörsamlega við leikinn og bara tímaspunktunum myndum jafna þetta. Þannig að og mér finnst við opna leikinn líka frábærlega í fyrri hálfleik. Við áttum að komast yfir áður en að við erum inn í hálfleikinn eða fyrstu 20 mínútunum erum við með góð stöður og góð færi. Þannig að fylkisliðið er gott og þeir áttu líka sín færi klárlega. Þannig að þetta var bara, hjartað var upp og niður í allan dag og þetta var hörku leikur en gríðarlega sætt endað svo. Þegar við fyrir 120 mínútur, kemur víti, ertu ekkert stressaður? Nei, við erum búin að æfa víti fyrir hver einu stund fyrir bikarnum frá því í mars. Við byrjum í fórkeppninni móti ÍR, þannig að við svo sem vorum búin að æfa okkur eins og mikið og gátum fyrir þetta. Og bara sem eina sem við hugsaðum bara að hafa trú á því sem við vorum að gera og við gerum það. Og þetta var bara heitur sem stíg á punktinn og fleiri skori okkur í þeim. Vító er bara alltaf lottir í, en höfum bara trú. Arnar líka frábær í markinu, þannig að mér fannst ég hafa edsi þar og bara frábærlega gert. Breiðablik í úrslitum, hvernig lítur á þann leik? Bara hörkuleik, mættum tvisvar í bestöldinni fyrra, hörkuleik í bæði, mættum í æfingarleik í vor sem var hörkuleikur líka, þannig að við getum klárlega gert eitthvað þar og höfum mikla trú á því, þannig að eins sem er bara, við þurfum að fyrsta augaboltanum í deildinni, það eru 8 leikir fram að því og í deildinni og við ætlum að fara aftur í bestöldina og við fagna í kvöld og svo þurfum bara að einbeita okkur á morgun á móti næsta leik á móti Þrótti í deildinni og við gerum það frábærlega síðast eftir unnu Stjörnuna, þá vinnum við 5 af 6 leikjum þá kom þessum leik í kvöld, þannig að við þurfum bara að gera það sama og bara ná markmiðum okkur í deildinni og svo bara verður gaman að fara á Laugardalsvöll og með alltaf þennan stuðning geggjaður stuðningur hjá fólkinu í Mosó og kannski líka tileiga þennan sigur. Þetta er stór sigur fyrir afturlíka að fara í bikarúrslit í fyrsta skipti og þó við viljum meira í úrslitaleiknum þá vil ég klárlega líka tileiga sigurinn Ólafi Pálmarsson stuðningsmanni sem lést fyrir aldur fram í vor fyrir veikindi og það verður gaman að hafa hann með okkur inn í dag og Guðjón Guðjónsson í meistaraflokksráði sem lést í fyrra. Þetta eru tveir menn sem stóðu þétt baki á liðinu og liðið er bara búið til að sjálfboðaliðum og stuðningsmönnum og fólkinu kringum þetta. Strákarnir í liðinu geggjaðir en þetta er það sem býr til þennan kraft og sem er í gangi í fótboltanum í Mosfellsbæ og við þurfum að halda því áfram og við viljum meira, við erum ekki hættir, við erum ekki sattir. Liðið er ekki án stuðningsmanna? Nei, og bara án samfélagsímina, við erum allir öllu í sig saman í Mosfellsbæ og það er búið að lyfta grættistaki í fótboltanum í Mosfellsbæ núna, það er ekkert, ég er að spila með liðinu sín tíma, erum við bara í C-deild og einhvern veginn námast að komast upp og svo núna erum við búin að fara upp í bestöldinni, erum við í bikarúrslit í fyrsta skipti núna og bara skrifa nýjan kafla hverju ári eins og ég segi og þetta er bara, fólkið á þetta skilið og krafturinn í fólkinu er slíkur í stjórninni og sjálfbálunum kringum þetta og stuðningsmönnum og það skiptir máli og það mun hjálpa okkur líka á Laugardalsvelli. Ég full trú á því að það mæti tvöfalt fleiri Mosfellsbæingar á það. Það voru einhverjir heima og einhverjir erlendis svona í kvöldi. Það verður enginn erlendis í september, það mæta allir á völlinn. Er það eitthvað sem óraði fyrir þegar þú varst bara barn í Mosfellsbæ að sjá afturhalding í úrslitaleik í bikarkeppni? Nei, alls ekki. Ég menna fyrsti leikur sem ég fór á meistaraleik afturhaldingar er að spila á Tungubökkum og er ég og 3 hestar að horfa á leikinn í neðstu deild, þannig að nei, ég sá þetta ekki fyrir þá og hvað þá að fá að vera þátttakandi í því, þannig að bara gríðarlega þakklátur fyrir að fá að stýra uppeldisfélaginu og því gerir ógeðslega mikið fyrir mig að fá að stýra þessu liði og bara ógeðslega þakklátur fyrir það og svo bara mikið hrós á strákana í liðinu, hversu geggjaðir eru og hversu mikla trú þeir hafa. Já, þetta er bara geggjuð stund en við viljum meira, við erum ekki sattir, við erum eftir að skrifa nokkra kafli viðbót á komandi árum.